fyrst þetta að það vantar muni í búðun okkar, í nytjamarkaðanum okkar, þannig í kjallara, þannig að minnist þess ef þið sjáu eitthvað sem gæti nýst þar. Þetta alveg magnað starf sem unnið þar og það alveg frábært að geta stutt við það og vitað af þessu. Já. Svo langar mig þess að minna á bænastund á þriðjudaginn í hádeginu. Það hópur sem hittist hérna og góða samverðstund. Og svo er súpustofan á þriðjudögum, hún ekki alltaf. Á þriðjudögum klukkan 6 á þriðjudögum. Aðrar tilkynningar eru ekki. Við skulum hefja þessa samverðstund með því að syngja saman Sálmur númer 79. En það eitt sem okkur langar til þess að tala og merkja hérna í dag, það fyrir 2 vikum síðan þá
njótum leiðtogamennsku hans hér, svo að þetta er bara til þess að staðfesta þetta með formlega hætti. Við vonast eftir því að við fáum safnaðar prest sem mun þá líka aðstoða, en þá er þetta staðfest við merkjum það hér í dag. En næst er það að upphafsbæn og ég er að velta með hvað þú er tilbúin til þess að hafa upphafsbæn. Takk fyrir að þið viljið taka við Sörðu og gamalmenni að taka við safnaðarstjónustunni eða safnaðarformennsku. Ég hlakka til en við skulum út að hafa í bæn. Nú rísa fætur. Þáttum við koma fram fyrir augliti hér í dag til þess að lúta þér, til þess að þakka þér fyrir það að þú vilt vera hér hjá okkur eins og þú hefur lofað. Bara það sem 2 eða 3 koma saman, þar er þú mitt á meðal og hér í þessum hópi Drottinn, þá vilt þú vera hér og innblása og blása okkur í brjóst þínum anda. Blessaðu stundina, við leggjum hann í þína hand og biðjum í Jesú nafni. Amen. Þýddu bara háum rómi og við látum það ekki trufla okkur. Those of you who are English speaking, because the translation system doesn't seem to work this morning, Laila is going to translate the sermon over to English. And you just have to listen to it twice. Mér langar til þess að nefna það að við tökum upp frjáls framlög hérna í kirkjunni og til styrktar þessari starfi, bara rekstur hússins og það eru samskota bókar í andir í kirkjuna sem að leggja til þessar ástæðar. Það er kosi sem að komast að kort og í lok guðþjónustu þá verður líka birtur bankareikningsnúmer en menn velja þá að. En ég ætla að lesa ritningalestur í dag og ritningatextur dagsins er úr Jeremía og það er úr 13. kafla Jeremía. Við ætlum að biðja ykkur að rísa úr sæti þegar við lesum þetta saman. Og það hljómar svona. Drottinn, von Ísraels, allir sem yfirgefa þig, hljóta vansæmt. Þeir sem snúa frá þér verða skráðir í sand, því að þeir hafa yfirgefið Drottinn, lind hins lifandi vatns. Hann byrja sig. Kæri himneski Faðir, á nýju erum við samankomin í þessu húsi til tilbeiðslustundar og til samverustundar. Og við biðjum nærveru þín hérna í dag. Vertu með okkur í öllu sem við tökum upp fyrir hendur sem einstaklingar og sem safnaðar fjölskylda, að við mættum alltaf horfa til þín eftir það fordæmi sem að þú hefur gefið okkur og gefið okkur hugrekki og þolinmæði og starfa hérna saman
síðast þegar ég kom hingað í Ingvarsstræti og flutti svona hugvekjum, þá var ég að tala frásögn sem í upphafi Markúsarguðspjalls. Og það segir frá því þegar Jesús kenndi eins og sá sem vald hefur í samkvæmdhúsinu í Kapernaum. Og eitt af þess sem þótti áhugavert er að sjá þetta að höfundur þar segir ekkert hvað Jesús kenndi, heldur hvernig hann kenndi. Þetta þótti mér áhugavert. Og þá, í framhaldi af því, þá rifjast upp fyrir mér önnur frásögn sem ég finnst líka afar forvitnileg. Það hún er rituð Jóhannesarguðspjalli og segir í 8. kafla Jóhannesarguðspjall og segir af konu sem er ásökuð hórdóm. Munið ekki eftir þessu sögu. Og hún einmitt vekur líka forvitni lesandans og hefur alltaf því gert. Farisear spyrja Jesú hvort það sé ekki örugglega rétt að grýta konuna, enda samræmist það Móselögum, en Jesús skrifar í sandinn. Og þetta hefur vakið furðu og forvitni fólks. Enda langar öllum til þess að vita hvað skrifaði Jesús í sandinn. Þegar við lesum ritninguna, þá er oft áhugavert að skoða smáatriði sem höfundur ákveða að hafa inn í frásögnum, sem virðast í fljótu bragði léttvæg. Það er ekki síður áhugavert að velta fyrir sig þeim upplýsingum sem þeir ákveða að sleppa, upplýsingum sem aftur í fljótu bragði virðast vera kjarnafrásögn. En frásögnin hljómar svona. En Jesús fór til Ólífjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans, en hann settist og tók að kenna þeim. Farisear og fræðimenn komu með konu staðna að hórdómi. Létu hann standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú: Meistari, kona þessa var staðin að verki þar sem hún var að drýja hóp. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíka konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum í jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá: Sá eitthvað sem syndlaus er, kasti fyrsti steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði í jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta fóru þeir burt, einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu spori. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað var það? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði: Enginn drottinn. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndi ekki framar. Það er áhugavert að skoða eins aðdragandann að þessari frásögn. Jesús er staddur í Jerúsalem á laufskálahátíð. Laufskálahátíðin, eða Sukkot, varir í 8 daga frá
16. til 23. október. Og þetta er ein 3 hátíða þar sem gyðingar safna saman í Jerúsalem. Hinar 2 eru á vormánuðum, en þetta er haustfagnaður og minningarhátíð það hvernig Guð sá fyrir fólkinu sínu eyðimerkurgöngunni fornum. Og það sem fólki gerði á laufskálahátíðina, það fór til Jerúsalem og reisti sig bráðabirgðaskýli eða laufskála. Og það átti að minna fólkið á þetta flökku líf í eyðimörkinni. Tímabundin íverurými sem þjónar þannig þegar fólkið fær endanlegt heimili í fyrirhafnu landi. Kannski áminning að tilvist okkar á jörðinni er tímabundið ástand. Ferðalag að einhverju settu marki. Áminning að Guð sér okkur fyrir nauðsynjum og ferðalagi lífsins. Eða sem sagt, í stuttum máli útilega. Þetta var útilega. Og mannfjöldi. Svoleiðis eins og sumarmót aðventista hérna forðum munið á hverju sumri við fórum í útilega sumarmót. Eða jafnvel frekar þegar við hugsum þennan stóra mannfjölda eins og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. 1000 mann sem kom inn í Jerúsalem. Hér er mannfjöldi, tjaldbúðir og áfengi haft hönd. Og þeir eru kannski vonast eftir því að leksja dagsins sé að mæla gegn því að fara í útilegu með áfengi, en þá verður þeir fyrir vonbrigðum í dag. Ég ætla að tala um áfengi. Aftur á þessari laufskála sem þungamiði hátíðarinnar var að ákalla drottinn og biðja hann rigningu, svo uppskeran á komandi vori yrði góð. Vetrarrigning. Rigning, vatn, mikið vatn. Það var einmitt þegar ég bara að lesa allt þetta, alla þessa rigningu og allt þetta vatn, að ég hugsaði sumarmót á Íslandi og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Og þið þekkið þetta, þið hefur reynt þetta sjálf á eigin hörlundi eða séð þetta í kvöldfréttum í ágústmánuðum. Já. Haldið þið að það komi sá dagar að íslenski útilegumenn munu einhvern tímann ákalla drottinn og biðja meiri rigningu? Ég minni sjálfur sumarmóta þar sem að tjaldbúðir okkar eða laufskálar okkar hreinlega skolaði burt í rigningu. Það er ekki rétt. Það er aðeins öðruvísi. Hérna á Íslandi, en svona var þetta í Palestínufólki. Rigningin á vetrarmánuði var lífsnauðsynleg. Á 8. degi laufskálahátíðarinnar tók æðstipresturinn könnu af vatni og könnu af víni. Hér kemur víni sem ég nefndi það með sögu. Og hellti úr þeim yfir altarið á meðan mannfjöldinn hrópaði Hósanna, Hósanna, sem þýðir Guð hjálp okkur. Eða kannski í þessu tilfelli Guð hjálp okkur frá þurrki og uppskerubrest. Vatn og vín. Trúarleiðtogarnir kenndu sem sagt mikilvægi vatns. Vatns sem er gjöf frá Guði og andstæða þess þorsti sem er líkingamynd andlega nauð. Í 7. kaflanum segir í
Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði: ef nokkuð tystir, þá kom hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Gaman að merkja það að fyrir í kaflanum þá segir frá því að Jesús var svolítið tvístígandi með hvort hann ætti að fara til Jerúsalem. Hann nánast lét til leiðast. Það stendur því að bræður Jesú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp. Og ekki svo menn vissu, heldur nánast á laun. Hann vildi ekki láta mikið á sig bera. Gyðingarnir voru nefnilega að leita á hann. Þannig að hann vildi ekki láta vera mjög áberandi. Nema allt í einu á lokadegi hátíðarinnar, á hátíðisdeginum mikla, stendur í textanum. Stendur hann upp og segir: ef nokkuð tystir, kom hann til mín og drekki. Og við getum spurt okkur, af hverju stóði Jesú og kallaði? Af hverju sagt hann hafi kallað? Jó, vegna þess að þetta var lokadagur mikli og mannfjöldi var hávær. Jesús virðist bíða átekta eftir síðasta dag hátíðarinnar, þegar allt er á suðupunkti og aðstoðarpresturinn er að hella vatn og vín yfir altarið til þess að standa upp og hrópa hárröddu: ef nokkuð tystir, koma til mín og drekki. Og þetta er áhugavert og tengist í hvernig við lesum framhaldið, sem er frásögn sem ég las áðan úr 8. kaflanum. Hvað gerist þegar mikill mannfjöldi safnast saman í útilegu og hefur vín hönd? Hugsið aftur þjóðhátíðina, vestmenn, eða útihátíðina. Eðlilega enda einhverjir þeirra í öðru tjaldi en sínu eigin, eða í öðrum laufskála. Og eins og gerist enn þann dag í dag, vakna fólk stundum í ókunnugu tjaldi og fyllist eftirsjá ákvarðanir gærkvöldsins. Og þannig vindur frásögnin að því að farísear draga konu sem hafði vaknað í ókunnugu laufskála til Jesú og spyrja hvort ekki sé rétt að grípa. Og til þess að leiða Jesú úr gildi. Og Jesús laut niður í sandinn og skrifaði með fingrunum tvisvar. Á hverju? Og á hverju fóru öldungarnir fyrst? Það er þessi smáatriði sem er áhugaverð. Ég er ekki alltaf með svör við þeim, en þau eru samt forvitnir. Og umfram allt, hvað skrifaði Jesús í sandinn? Smáatriði sem er innifalið og atriði sem er sleppt. Þetta er áhugaverð. Og hvað er fólkið aðhafst undanfarna daga umfram það að tjalda og gleðjast? Nú það hefur verið að kenna og rifja upp ritninguna. Og sérstaklega með áherslu á andlegt og táknrænt mikilvægi vatns. Eitt slíkur ritningartexti sem var rifjaður upp á laufskálahátíðinni er einmitt þessi sem ég las áðan í Jeremía 17. kafla 13. vers. Drottinn, von Ísraels, allir
sem yfirgefa þig hljóta vansa. Þeir sem snúa frá þér verða skráðir í sand. Því þeir hafa yfirgefið Drottinn, lind hins lifandi vatns. Og Jesús kemur og segir að nokkuð fyrstir koma til mín og drekki. Og svo laut hann niður og skrifaði með fingrunum í sandinn. Þeir sem snúa frá þér verða skráðir í sand. Jesús leikur þennan kunnulega ritningatexta án þess að segja nokkuð orð. Hann vísar til ritningatexta sem þeir hafa nýlokið að lesa en snýr öllu við með því að benda á að það eru lærimeistararnir en ekki konan sem hafi yfirgefið Drottinn. Og þá nefnilega skiptir ekki lengur máli að fá svar við spurningum minni: hvað skrifaði Jesú í sandinn? Það skiptir máli er að hann skrifaði í sandinn. Og svo, hvaða leksíu má draga þessari frásögn? Að dæma ekki aðra, nám, umburðarlyndi, að henda ekki steinum. Kannski er þetta að láta frásögnina snerta sig á marga mismunandi vegu og draga af honum mismunandi leksíu. Jesús er augljóslega ögra allri valdastétt og trúarhefð samtímasins. Þetta er ekki bara saga sem sögðu til þess að kenna okkur dæmi ekki aðra. Þessi saga fjallar líka andstöðu gegn menningum sem rænir fólki reisi. Þessi saga fjallar hugrekki til að stíga fram gegn óréttlæti. Munið bæði hvað þið sjálfur kennið. Munið hvað við sjálf kennum. Það er oft auðvelt að vera blind fyrir því að við erum ekkert endilega hetjur frásagnina sem við upphefum. Stundum er ágætt að snúa frásagninu við og meðtaka að mögulega er ritningin ekki staðfesting á réttmæti trúarhefðar okkar, heldur aðvörun til kyrrstæðu menningar sem hneppir í ánauð frekar en að leiða til frelsunar. Svo hafði ég alltaf þessi tekið fram að öðbungarnir en fyrst farið að vettvang. Eða vegna þess að þeir voru fyrir þess að skilja þessa tilvísun í ritningunum. Hafði lífsreynsla þeirra gefið þeim visku og sjálfsgagnrýni. Auð þeirra á langri lífsleið safnað í digrari samvisku eða bara vegna þess að þeir voru lúnar á þessu hangsi eftir marga daga útavist og drifti. Ég bara ekki alveg viss. Kannski segið þið mér þá eftir. En það sem er alveg klárt er að frásögnir, og þessar frásagnir sem við erum að lesa saman og rifja upp alltaf aftur, það eru vandlega skrifaðar. Markviss. Það eru dýpri en það virðast í fljótu bragði. Samhengi skiptir máli og gera þær enn áhugaverðar. Þessi frásögn í þessari frásögn skiptir samhengi máli en hún er í senn tímalaus. Þess vegna hún ennþá dag rifið upp
Það má skilja hana álíka vegu, sem einfalda lexjungi til náðar, sem ágall til samfélagsbyltingar eða sem ádeilu og stofnanavædda valdníðslu. Við lesum svona frásögn aftur og aftur á mismunandi tímum í líf okkar, í mismunandi samhengi, stundum ein, með stundum fleiri saman. Hún verkar á okkur á ólíka vegu frá einum lestri til annars. Þannig að einföld efnisleg útlistun, hún verður bara yfirborðskennd. Og þannig greining getur aldrei útskýrt að fullu það sem gerist innra með fólki þegar ólíkir lesendur meðtaka boðskapinn á ólíkum tímum og ólíkum kringumstæðum. Þetta finnst mér stórkostlega áhugavert og ég vona að ykkur finnist það líka. En ég byrjaði hérna með að lesa ritningatexta úr 17. kafla Jeremía. Ég hef sem endað það líka í Jeremíu, sama kafla, 7. og 8. vers. Og þar kemur aftur áhersla á vatn og skort á vatni. Blessaður sá sem treysti Drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré, gróðursett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhiti komi því að lauf þess er síkra. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Náðu þið þessi hvað er ótrúlega fallegt fyrirheit. Blessaður er sá maður sem treystir Drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré, gróðursett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það, tréð, óttast ekki að sumarhitin komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði. Það ber ávöxt án afláts. Og þetta er fyrirheit sem ég langar til þess að enda með í dag. Maðurinn sem treystir Drottni eins og tré gróðursett við vatn, áhyggjulaust í þurru árferði. Við skulum vera hugrökk, við skulum vera áhyggjulaus, treystum Drottni. Takk fyrir. Þá ætlum við í lokin að syngja sálminn númer 316.
við skulum endanum því að það er svo sætum þegar ég les blessuð orð úr Júdas. En Guði sem megnar að varðveita yður frá hrösum og láta yður koma fram fyrir dýr sín, lítalaus í þögnum, einum Guði sem frelsar oss í Jesú Krist, drottið vor, sé dýrð, hátign